Guðspjalli skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Því sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í Jóhannesar Guðspjalli. Það 10. kafli og vers 11 til 16. Ég góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Leiguliðinn, sem hvorki hirðirinn sjálfur á sauðina, sér úlfinn koma og yfirgefur sauðina og flýr og úlfurinn hremmir þá og tvistrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, líka aðrar sauði, þeir ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða og þeir muni heyra raust mína og það verður ein hjörð og einn hirðir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, ofsér þér Kristur. Veistu hvað sólpallurinn sagði við hinn sólpallinn? Ég vildi að við værum svalir. Ef þeir kalt, drifðu út í horn, þar eru 90 gráður. Það var gott að engum fannst þetta fyndið. Þá get ég útskýrt brandarann og allir vita það ef maður útskýrir brandarann, þá hann ennþá fyndnari. Slíkir brandarar byggja nefnilega á því að orð eða orðasamband getur haft meira en eina merkingu. Maður þarf að þekkja báðar merkingarnar til þess að hafa gaman að brandaranum. Svona getur þetta líka verið í Biblíunni. Þegar eitthvað sagt að það hefur meira en einn bakgrunn eða meira en eitt sem það þarf að þekkja, það dregur saman línurnar og sameinar hlutina. Þannig það getur að vera í Biblíunni og þannig það í Guðspjalli dagsins í dag. Þess vegna ætla ég byrja á því að gefa ykkur pínulítið yfirlit yfir það sem ég var að lesa eða aðstæðurnar sem þessu orð falla í. Og það dálítið langur biti, það 7. til 10. kafli í Jóhannesar Guðspjalli. Í 7. kafla þá komumst við að því hvar Jesús og hvenar og við hvaða aðstæður. Jesús í Jerúsalem borg. Hann þar á hinni svokölluðu laufskála hátíð haustið. Hátíðin var haldin eftir að það var búið að taka uppskýruna og koma henni í hús. Það var ekkert eftir, nú var komið að vetri. Þá kom menn saman í Jerúsalem og gistu heila viku í laufskálum eða tjöldum. Litlum tímabundnum húsum sem voru búin til úr greinum og laufum og pálmagreinum og svona drasli sem maður gat safnað saman eða þá venjulegum tjöldum. Og með því að gista í þessum vistaverum þá gátu Ísraels menn minnst þess að Guð hafði refsað Ísraels þjóð löngu áður eftir að hann var búinn að leiða þau út úr Egyptalandi og þeir þorðu ekki að fara inn í fyrirheitnalandið menn þess að héldu að þeir gætu ekki unnið sigur. Þá refsaði Guð þeim með 40 ára langri eyðimörkur göngu. Þau þurftu að dúsa í eyðimörkinu og búa í svona skálum öll þessi 40 ár. Þá getur maður hugsað að laufskálahátíðin hlyti þess vegna að vera hátíð sorgar og iðrunar. En svo var samt sem áður ekki. Því þrátt fyrir það að þjóðin væri í nokkurs konar útlegð í eyðimörkinni, þá var það líka þannig að Guð var mitt á meðal þeirra. Guð sagði við, þið skulu búa í tjöldum í 40 ár eða búa í laufskálum, en ég mun búa mitt á meðal þeirra. Guð setti sitt tjald í miðjar herbúðirnar. Milli allra hinna tjaldana, þar stóð tjaldbúð drottins. Hann bjó með þeim í útlegðinni. Og þegar það var hvorki matur né vatn í eyðimörkinni, þá gaf Guð Ísraels þjóð vatn úr klettinum sjálfum. Og hann gaf þeim brauð af himni ofan og hann gaf þeim fugla himins til matar. Þegar þjóðin vissi ekkert hvert hún átti að fara í öllum þessum sandi, þá fór Guð á undan þeim. Eins og hirðir leiðir hjörð sína, leiddi hann Ísraels þjóð og þeir fylgdu honum þangað sem þeir áttu að fara.
Þannig að mitt í sorginni var þessi mikli fögnuður yfir að Guð var með þeim. Og því var laufskálahátíðin ekki sorgarhátíð, heldur var hún hátíð fagnaður og gleði. Það varð meira sér þannig í sögu Ísraels að það var bannað að syrgja í laufskálahátíðinni, það gekk það langt. Því að fagnað að Guð sá fyrir öllum þörfum þeirra í eyðimörkinni. Hann gaf þeim vatn til drykkjar, hann gaf þeim brauð til matar og hann hélt áfram að gera þetta í fyrirheitna landinu líka. Þetta var hátíð sem fagnaði því. Þetta var eins og ein löng borðbæn, öll þessi hátíð. Þar að ekki var laufskálahátíðin líka hátíð sem fagnaði musterinu sem stóð í Jerúsalem. Guð hafði búið í tjöldum, nú hafði hann látið nafn sitt búa í stórri byggingu í Jerúsalem þar sem að Ísraels þjóð kom saman. Hann hafði látið nafn sitt búa meðal þjóðarinnar og þessi hátíð fagnaði því. Að lokum var laufskálahátíðin hátíð eftirvæntingar. Vegna áframhaldandi syndar Ísraels þjóðar var líka áframhaldandi refsing. Endurtekið var þjóðinni refsað fyrir það að hún var ekki trúföst. Guð hafði jafnvel látið Babýloníumenn koma og leggja landið í rúst og færa fólkið í útlegð. Og þegar þetta gerist þá dreifðist Ísraels þjóð allar þjóðir, allan heim. Rétt eins og sauðir án hirðis. Og Guð hafði sendt bæði levítana og síðar konunga Ísraels þjóðar til þess að reyna að vera hirðarliðsins, en þessum hirðum hafði mistekist illa. Jafnvel þótt að útlegðin var á enda, það lá samt sem áður Ísraels þjóð og konungsríkið í rúst. Hásæti Davíðs var autt. En laufskálahátíðin, hún tjáði eftirvæntinguna að drottinn myndi senda sinn útvalda mann, sinn Messías, sinn smurða eða Krist. Messías og Kristur það sama. Tvö mismunandi tungumál bara. Þessi Messías átti að sitja í hásæti Davíðs. Hann átti að setja á stofn sitt ríki. Þannig að með allra þessa eftirvæntingu sem tilheyrir laufskálahátíðin og þessi gleði, þá kemur hinn sanni Kristur, hinn sanni Messías og þarna í borginni með þeim. Maðurinn sem þeir að bíða eftir, hann þarna. Og hann notar þessa hátíð til þess að opinbera hver hann Hluti af hátíðinu var að sækja vatn í lindina sem var neðst í borginni, Sílóam lindin, og bera það upp í skrúðgöngu og bera það í kringum altarið til að minnast þess hvernig Guð hafði gefið þeim vatn. Og þegar þetta gert þá segir Jesús: sá sem trúir á mig, frá hjarta hans munu renna lækir lifandi vatns. Því sanna vatn það vatn sem að Jesús gefur. Og þegar prestarnir annað af þessum kvöldum í hátíðinni kveikja stóran kyndil í forgarði musterisins, taka ljós úr musterinu og bera það fram þannig að sést alla borgin og endurspeglast á öllum húsunum, þá segir Jesús: ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér men ekki gangi í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Það var ekki hægt að gera þetta meira berum orðum. Jesús segir nákvæmlega hver hann Það er ekki hægt að láta það fara fram hjá sér. Það var augljóst hvað Jesús var að segja og gyðingarnir skildu hann, það líka augljóst. Við vitum það að í einum þessum umræðum sem Jesús hafði við gyðingarna, þá urðu þeir svo reiðir yfir því að Jesús skyldi segja svona hluti að þeir beygðu sig niður og fóru að taka upp svona steina sem þeir ætlaði að nota til þess að grýta hann til dauða. En Jesús stuldist og fór í burtu því að tími hans var ekki enn kominn. Þetta tiltekna ár sem við lesum í 7. til 10. kafla Jóhannesarguðspjalls. Hátíðinni lýkur að því virðist á föstudegi, þannig að dagurinn eftir að hátíðin búin, hann hvíldardagur. Það bætir sem sagt einn dagur við hátíðina. Þetta svolítið eins og við helgi sem kemur 17. júní á mánudegi, það 3 daga helgi.
Þetta var svolítið svoleið. Það ein leið til þess að lesa textan, það líka að skilja þetta þannig að síðasti dagurinn í hátíðinni var hvíldardagurinn. Annarkvort eða. Allavega þá verður lengi, þá er þetta sem sagt í framhaldi eða lok hátíðarinnar, að þá gerist það að Jesús er á gangi í borginni og þar sér hann laman mann. Afsakið ekki laman, heldur blindan mann sem hefur verið blindur frá fæðingu. Og Jesús læknar hann mann og gefur honum sjónina aftur. Hann gerir það með því að smyrja augu hans með svona leðju og segir að þú verður að fara niður í laug og þvo þér. Og þegar hann kemur aftur þá er hann sjáandi. Hann hefur enn ekki séð Jesú. Það sem gerist er að farísearnir, náttúrulega sem fylgjast með öllu, þeir verða æfir. Þessi maður hefur verið læknaður á hvíldardegi. Kemur ekki til greina, við þurfum að finna út úr þessu. Þeir taka hann inn í á skrifstofuna sinni eða ég veit ekki hvað og yfirheyra hann. Ertu í alvörun, hefur í alvörun verið blindur frá fæðingu? Allir vita hann hefur verið það sjálfsögðu. Ertu í alvörun sjáandi? Já, það er augljóst. Hvað er að gerast? Hver er þessi maður sem læknaði þig? Og hann virðist hafa meiri skilning en þeir. Hann hefur verið blindur alla ævi en nú er hann augljóslega andlega sjáandi eins og hann er sjáandi með augunum. Og farísearnir sem eru sjáandi, þeir eru andlega blindir og vilja ekki hlusta á það, henda honum að lokum út og kasta honum út á götu. Hann er sennilega ekki velkominn í samkundu þeirra framar. Þá kemur Jesú og finnur hann út á götu og talar aftur við hann. Og farísearnir eru augljóslega að fylgjast með því þeir eru einhvers staðar í leinum, þeir sjá, yes, þarna náðum við honum. Hlaupa út til þess að reyna að spyrja Jesú út úr og yfirheyra hann þarna út á götu. Og Jesús beinir til þessara farísea hörðum orðum. Hann kallar þá þjófa og ræningja. Og það er við þessa farísea sem Jesús er að tala þegar hann segir þessi orð sem við lásum í Guðspjalli dagsins. Þegar hann segir að hann sé góði hirðirinn sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Og ef Jesús er góði hirðirinn þá hljóta farísearnir að vera hinir, leiguliðarnir. Þeir eru þjófarnir og ræningjarnir, þeir sem ekki gera rétt. En Jesús er góði hirðirinn. Og það sem ég ætla að gera er að benda á 3 atriði. Stutt á þessi 3 atriði varðandi það að Jesús sé góði hirðirinn. Og það að góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Fyrsta atriði er þetta. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina, algjörlega bókstaflega. Jesús segir samt ekki bara hann sé hirðir Ísraels, maðurinn sem þeir eiga að fylgja, heldur sé hann góði hirðirinn. Og hvað er það sem gerir Jesús að góðum hirði, frekar en bara að hirði? Hann útskýrir það fyrir okkur með því að skreina sjálfan sig frá leiguliðunum. Jesús er góði hirðirinn vegna þess að hann leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Með öðrum orðum, það er ekkert vinnuslys að Jesús skuli hafa dáið fyrir okkur sauðina. Jesús gerði þetta viljandi, hann gekk viðsvitandi inn í þetta hlutverk vegna þess að hann vissi að hann þyrfti að leggja líf sitt í sölurnar. Það var þetta sem þurfti til. Það var engin annar sem gat gert það. Það var bara Jesús sem gat gengið inn í þetta hlutverk og þess vegna gekk hann inn í það. Það er engin sem tekur líf Jesú frá honum. Þetta er ekki einhvers konar hvað gerðist nú? Hann hefði ekki þurft að deyja. Jesús fór inn í þetta vegna þess að það var þetta sem að þurfti að gerast. Hann gefur líf sitt af frjálsum vilja. Og með því að leggja líf sitt í sölurnar er Jesús ekki bara góður hirðir, heldur er hann það sem er talað fyrr í kaflanum, hann er dyr sauðanna. Hann er hlið réttlætisins, hann er hlið drottins sem að réttlátir menn ganga gegnum eins og stendur í Sálmi 118. Og réttlætið fæst með því að ganga gegnum dyrnar sem að er Jesús Kristur. Þetta
að vera hlið sauðanna, að vera leiðin til réttlætis, það fyrsta og fremsta hlutverk þessa góða hirðis. Og ef við vitum ekkert annað góða hirðirinn, heldur bara þetta, að hann leiðin til réttlætisins, þá þekkjum við aðalatriðið. Þá vitum við að það sem við virkilega þurfum að vita. Það kjarni málsins. En jafnvel þótt þessi kjarnin þá það ekki allt. Góði hirðirinn gefur okkur meira heldur bara kjarnan. Hann gefur okkur ekki bara sjálfan sig, heldur gefur hann okkur líka fyrirmynd. Og það var þess vegna sem ég vildi fá þessi vers lesin aftur. Við heyrðum þetta í versunum sem voru lesin áðan úr fyrra Pétursbréfi. Það byrjaði á þessu. Því að Kristur leið einnig fyrir yður og lét yður eftir fyrirmynd til þess að þér skyldu feta í hans fótspor. Við reiknumst öll sem lömb í hjörð drottins. En síðan meðal þessara hjarðar í hjörðinni eru lömb sem einnig eru aðrir hirðar. Og það það sem kemur okkur að atriði. Númer 2. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina til fyrirmyndar fyrir góða feður. Mér verður að meira og meira ljóst eftir þessi líður á mitt líf að Guð hefur útbúið ákveðin hlutverk í daglegu lífi til þess að endurspegla himneskum veruleika. Og það á meðal annars við eiginmann og fjölskyldu föður í venjulegum fjölskyldum í okkar heimi. Fjölskyldu faðir á að taka hinn góða hirði sér til fyrirmyndar og líkjast honum. Hann á að vera hirðir fjölskyldunar, hirðir konu sinna, hirðir barna sinna. Og hann á að gera það að fyrra bragði án þess að hann sé beðinn um það. Hann á að ganga á undan í þjónustu við konu sína og börn. Hann á að leiða fjölskylduna sína. Og ef við tökum fáum aðeins lánað úr Sálmi 23, hann á að leiða fjölskyldu sína að grænum grundum þar sem hann má næðis njóta og leiða að lindum. Lindum þar sem þau mega næðis njóta. Það á ábyrgð hans að fjölskyldan heyrir boðum fagnaðarerindisins hvern einasta sunnudag. Fjölskyldufaðir á bara að ákveða það. Ég ætla að taka fjölskylduna mína með mér til þess að heyra orð Guðs hvern einasta sunnudag. Það á hans ábyrgð að börnin læri öll grundvallar atriði kristinnar trúar. Hann á að leggja líf sitt í sölurnar fyrir sína fjölskyldu. Það þýðir auðvitað ekki endilega að hann eigi að gangi í dauðan, heldur að hann eigi að þola hvað sem fyrir fjölskyldu sína. Jafnvel þótt að það sem hann þurfi að þola sé óþakklæti og uppreisn gegn honum fyrir að taka að sér þetta hlutverk. Hann á að þola jafnvel það, því það það sem að Jesús hefur þolað frá okkur. Síðasta atriðið þetta, góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina til fyrirmyndar fyrir alla minni hirða, ekki bara fjölskylduföðurinn. Góði hirðirinn fyrirmynd allra leiðtoga, bæði almennt og ekki síst í kirkju sinni. Við köllum jú oft prestinn hirði. Jesús fyrirmynd allra þeirra sem eru settið til þess að leiða aðra. Allra þeirra sem aðrir eiga að fylgja. Leiðtogar eiga ekki að vera eins og leiguliðins við heyrðum í Guðspjalli dagsins, sem einungis annt kaup sitt eða einungis annt stöðu sína. Sá sem settur í hlutverk þess að vera leiðtogi, hann á að elska þá sem hann settur yfir. Það erfið pöntun. Hann á jafnvel að vera tilbúin til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir þá sem hann settur yfir. Það erfitt að hugsa sér þetta þegar við lítum á það að hafa leiðtoga stöðu eins og oft gert í okkar samfélagi eins og það sé einhvern afrek eða eins og að það sé einhvern markmið í sjálfu sér. Mér langar að verða leiðtogi eins og það sé eitthvað.
Mér langar að verða yfirmaður í fyrirtæki eða þingmaður á alþingi. Það staða þar sem nær háu áliti. En hvaða máli skiptir að ná svoleiðis stöðu ef maður nýtir ekki stöðuna til að láta gott af sér leiða? Vald má aldrei vera markmið í sjálfu sér. Það einungis verkfæri til þess að ná ennþá hærra og betra markmiði að láta gott af sér leiða. Leiðtogasaga má aldrei fjalla leiðtogann sjálfan, heldur þá sem leiðtoginn settur yfir. Hugsið ykkur það, hirðir, fjárhirðir, venjulegur sauðahirðir, hann lítils virði án sauðana sem hann gætir. Hirðir einn út í haga, hvað nú það? Því að öll á botninn hvolft, þá það ekki hirðin sem skiptir máli, heldur það hjörðin. Ef hann flýr frá undan hættunni og úlfurinn kemur að tvistra hjörðinni, þá hirðirinn einskis virði. Það lítils virði að vera kennari ef afraksturinn ekki að það verði til lærðir menn og konur. Það lítils virði að vera læknir ef afraksturinn ekki að sjúklingar fái raunverulega hjálp. Hvað ef lækniri vill bara fá góð laun og snýr sér síðan burt þegar sjúklingarnir koma og berja dyrum. Góði hirðirinn, Jesús, kennir leiðtoganum að afneita sjálfum sér. Að leggja eigin hagsmuni til hliðar. Að leggja líf sitt í sölurnar fyrir þann sem hann á að leiða. Jafnvel þótt að hann fái í staðinn vanþakklæti og uppreisn. Mér þykir alltaf gott að taka þetta saman í lokin. Segja það í stuttumáli. Orðin sem við lásum í Guðspjalli dagsins lét Jesús falla á laufskála hátíðinni. Hún var hátíð fagnaðar og gleði, því jafnvel í eyðimerkurgöngu Ísraelsþjóðar hafði Guð séð fyrir þeim og leitt þau eins og hirðir. Í þessum kringumstæðum opinbera Jesús sjálfan sig sem góði hirðirinn. Sá sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir sína sauði, fyrir sinn eigna líf, fyrir alla þá sem á hann trúa. Hann lagði líf sitt í sölurnar fyrir Ísraelsþjóð, en einnig fyrir þig og fyrir mig, til þess að við getum verið hans hjörð. Í öðru lagi góði hirðirinn fyrirmynd allra fjölskyldufeðra á jörðinni. Þeir eiga að vera eins og hann, þeir eiga að sjá fyrir fjölskyldunni, þeir eiga að leiða hana að lifandi vatni og að brauði himinsins sem orð Guðs. Það hlutverk fjölskylduföður að vera rödd náðarinnar, að boða fjölskyldu sinni fyrirgefningu syndana, sem sagt jafnvel þegar það kostar hann, jafnvel þótt hann þurfa að leggja eigið líf í sölurnar. Og að sama skapi góði hirðirinn fyrirmynd allra yfirmanna og leiðtoga sem eiga að leiða aðra. Við valdi kemur ábyrgð og köllun til að leggja eigin hagsmuni til hliðar og leggja lífið í sölurnar fyrir þá sem væri settur yfir. Ef allir þeir sem leiddu aðra í þessum heimi myndu hugsa þannig, hugsa meira þá sem þeir leiða en sína eigin stöðu og hagsmuni, þá myndi ímynd Krists endurspeglast í þeim. Þeir myndu þannig bera vitnisburð hinn eina og sanna góða hirði, Jesú Krist, okkar drottinn. Dýrð sé Guði Föður, Syni og heilögum anda, sem var í upphafi enn og verða mun aldir alda. Amen.